Einn mánuður getur verið undarlega fljótur að líða. Áður en varði var júlímánuður 1934 allur á bak og burt. Sumarfríið mitt var á enda og ég átti að hverfa aftur til starfa. Þessi dagar mínir á hvíldarheimilinu eru dýrlegustin dagar sem ég hefur lifað. Þar hjálpaðist allt að, fagurt umhverfi, heilnæmt loftslag, ágætur viðurgerningur, reglubundnir en þó óþvingaðir lifnaðarhættir, kátt og fjörugt fólk. Samt var ég hæðist ánægður með að fara þaðan og hefja starfa nýju. Ég var hlaðin lífsorku eftir þessa reglubundnu hvíld, sjávar og sólböðin og ávaxta eldið. Ég hefði þyngstum 8 pund á þessum eina mánuði. Ég þráði að hefjast handa og neita minnar endurnýjuðu lífsorku til nytsamra athafna, svo ég geti réttlætt með sjálfum mér hversu eitt hafði verið á mig lífsgæðunum liðin mánuð. Og nú skildist mér betur en áður að líklega væri það ekki af tómum asnaskap hjá Rússunum að hafa vinnudaginn ekki lengri og að láta verkafólkið fá launað sumarfrí og verju off fjár til að starfrækja handa því ágætis hvíldarheimili. Líklega væri þetta leiðin til að auka afköstin. Því ekki aðeins á þetta þátt í að skapa heilbrigða og að hrausta verklýstétt, heldur einnig verklýstétt sem brennur af áhuga fyrir viðfangsefnum sínum og, þegar á þarf að halda, fórnar vilja fyrir það þjóðfélag sem býrt í slíka kosti. Meðan nýlókin heimsstyrjöld stóð og að fréttir bárust af hetjudáðum, ekki aðeins Rauðahersins, heldur einnig hins óbreytta fólks, kvenna og karla og jafnvel barna, í Stalingrad, í Moskvu, í Leningrad og svo framvegis, þá spurði ýmsir undrandi: hvaðan kemur fólkinu þetta frek? Ég veit að orka þessa fólks var undirbyggð með reglubundinni, hæfirlegri vinnu og skipulagðri hvíld á heilnæmum stöðum við aðbúnað sem í öðrum löndum aðeins eignamenn geta veitt sér. Viljatrek þess var eldvitundin það að vera að verja, ekki aðeins það sem hverjum heiðarlegu manni er helgast, ættjörðina, heldur einnig félagsleg form sem hefði gert þessa ættjörð að raunverulegri ættjörð fólksins sjálfs. Þetta er engin áróður, þetta er aðeins látlaus frásögn af staðreyndum sem ég hefur prófað á sjálfum mér.